Á Nesvöllum í Reykjanesbæ hjúkrunarheimili en einni íbúðir í sama húsnæði fyrir eldri borgara. Næst elsti íbúðin að verða 99 ára og hann heitir Gunnar Jónsson. Fyrrverandi sjómaður og skipstjóri. Hann hefur lifað tímana tvenna, segir okkur meðal annars frá mögnuðu atviki úr seinni heimsstyrjöldinni, en það sem okkur þótti forvitnilegast var að Gunnar var að kaupa sér nýja fartölvu sem hann notar mikið. Þá hann duglegur í líkamsræktinni og sjáu þið bara þegar hann tekur danssporun fyrir okkur. En kíkjum fyrst á nýju tölvuna. Jæja Gunnar, langt síðan byrjar að fikta í tölvu? Nei, það nú ekki langt síðan svona. En hvað, ég fréttu að það væri stutt síðan og þú fengið þessa. Þetta nú vægilega flott fartölva. Já, þessi, hann Björgvin, tengdasonur minn, hann fann þetta eitthvað staðar í Reykjavík. Já. Og keypti hana bara. Og hvað ertu að skoða í tölvunni? Já, það nú svona ekkert merkilegt, sko. Fréttamiðlarnir og eitthvað? Ég get náð þarna í Morgunblaðið og blöðin, svo. Já. Svo ég nú aðalega bara svona í músík og... Já, ég nú dálítið drúgur í því, sko, hlusta á það. Mér þykir gaman að allir svona dansmúsík, sko. Sveitatónlist eða bara bland? Já. Svo hann bara að spila kappan. Já. Og hann getur legið alveg í honum. Já. Maður getur setið lónótun alveg yfir þessu. Það, já? Já. Nei, þarna. Þarna, já. Og svona, kóngurinn út. Já, færir þetta til. Já. Það náttúrulega eins og þú fer mikið inn á YouTube og það náttúrulega mikið af efni þar að finna. Já, mjög mikið af efni. Já. Það klikkar nú stundur hjá mér en ég byrja bara þá eftir. Já. Upp á nýtt. Já. En langt síðan svona lærið þér á tölvu, þú veist, svona að bjarga þér? Nei, þetta... Þegar ég fékk þessa tölvu, sko, þá kendu það mér svona aðal að komast inn á þetta. Já. Stelpurnar. Já, dætu þínar. Já. Ég var nú svolítið líka að átta mig á því, sko. Ég þurfti að spyrja oft að sömu handliðina. Já. En svo kom þetta svona smátt og smátt. Já. Já. Þetta svona, mér finnst það bara áhugavert að heyra að þú værir að nota tölvu að verða 99 ára. Pabbi til dæmis, hann náði nú ekki þeim aldrei, hann var 86 ára, hann leit aldrei í tölvu. Nei. Þannig að finnst þér, þetta algengt hjá eldra fólki að fara í tölvu eða kannski bara misjafnt? Það ábyggilega misjafnt það. Sumir alveg á kafi þessu. Já. Ég var að spekulera í því, sko, að læra hérna heimabanka. Já. En ég læt lofi fyrir því alveg. Dóttur þína? Já. Þannig að þú ert ekkert að fara í bankann sjálfur og skoða... Nei, ég þarf þess ekki, sko. Nei. Er hún búin að sýna þér á hann, hvernig hann virkar? Já, en ég held ég nái ég svo ekki. Jú, ég held nefnilega að þú myndi bjarga þér, sko. Ég þarf þess ekki, sko. Borga reikningana og skoða hvað ellilaunin eru þennan mánuðinn. Já. Já, nú hafa þau náttúrulega eitthvað rýrnað, sannlega. Já. Þú ert að ná því að vera búin að lifa heila öld, Gunnar. Það svolítið langt frá því þegar þú varst ungur maður, þá var einhver tölvur komnar þá. Nei. Ha? Nei, bara pennu og blað. Já. Það var allt skrifað. Allt skrifað.
Ja, þetta eru vísindi, maður. Já, þetta eru mikla breytingar sem við erum búin að vera. En hvað Þessi helviti góð. Já. Það er auðvelt að finna fullt af tónlist í tölvu og á YouTube, það er náttúrulega. En eftir að googla eitthvað, veistu hvað það er? Ég hef búin að hræri þessu öllu saman, ég bráð og komin yfir þetta allt saman. Googla eitthvað, leita einhverju. Þetta Google ég er bara ekki komin að því. Nei, ég þarf að sýna þér það. Já, en það er kannski þar að síðan óttar eins. Sem maður náði því, sko. Já. En Þá fer ég bara til krakkan. Já, út með góðan stuðning. Við höfum nú rætt við þið áður, hitti í ræktinni hjá Heilsueflingu Janusar, ertu alltaf að hamast? Já, nokkuð svolítið, sko. Já. Ég hef farið 2 í viku eins og það var. Já. Það hefur nú dottið úr svona einn og einn. Jú. Já. En þú fannst... Sérstaklega þegar svona leiðinda veður eru. Já. Ef að hálka er svona. Þetta keyra þá? Já. Já, með bílprófið og... Já. Bílprófið. Eru doktorarnir ekkert að skoða sjónin í þér og svo haldið prófunu? Jú. Já. Ég held að það var í fyrra. Já. Að þá var ég búinn að fara yfir alla stafina. Já. Svo bara glápar hann á mig, snýði sig við og glápir á mig. Já. Ég held þetta spjöru sögulega lesa aftur. Nú. Já, hann trúði ekki. Já, ég gerði það. Hann fór að horfa á mig, sagði ég. Já. Hann svaraði því nú ekki, sko, eðlilega. Hann hélt kannski að væri búinn að leggja á minnið, hann væri búinn að læra það utan hann. Já, eitthvað hefur hann hugsað. Gunnar hefur verið einn duglegasti eldri borgarinn í Heilsueflingu Janusar í Reykjanesbæ. Janus hefur oft vitnað í magnaðan árangur hjá kappanum sem mætir enn í lyftingasalinn í íþróttahúsi Njarðvíkur. Nánar tiltekið í massa. Við vorum þegar við rættum við þig síðast og varstu nú að bera þig vel. Heilsuna, þetta hefur haft góð áhrif á þig, svona að stunda þessa heilsurækt. Já. Fari í lyftingasalinn og lyfta aðeins og... Já, þetta mann hefur byrjað allt og sent á þessu. Já. Sennilega, sko, þetta helvítið gott svona, já, passlega mikið, sko. Já. Ef maður reynir á mikið á sig, þá maður þreyttur. Já. En svona, ef það allt í hófi, þá þetta mjög gott. Já. Gunnar rifjar upp í spjalli okkar ýmsar sögur frá nærri 100 árum sínum og hann man vel eftir stríðinu. Hann var ungur maður á sjó austur á fjörðum og lenti í leiðinda atviki þegar Bretar skutu á hann á landleið. Svo þegar hann var farið einu sinni út á sjó, það var bara að fara að stykkja og það voru ekkert raflýstir bátarnir, sko. Nei. Það voru bara olíuluktir. Já. Og það gekk eitthvað illa að koma luktunum upp. Heldur að skjóta okkur á okkur hana frá Sörðarstöðum. Og skotið fyrir bara svona 8 metrar frá okkur. Þá hættu allir að róa. Eftir þetta. Hverjir voru að skjóta á okkur? Bretarnir, já. Já, Bretarnir voru þarna fyrst. Hvað er þetta að segja? Já. Fenguðu eitthvað skýringu á því? Nei, það var spurt eftir þessu, þetta fór til sýslumannsins. Já. Var það ekki svolítið óþægilegt að fá skot á sig? Já, sko, þetta var síðastur róðurinn. Já. Það er bara þannig. Síðastur róðurinn. Og þar með lagðist þetta bara niður, þetta. Ég fór ekkert lengra oftar þangað. Nei. Okkar maður er ekki bara duglegur að nota tölvuna, hann er líka mikill áhugamaður dans. Hann sagði okkur meðal annars frá því í spjalli fyrir ekki svo löngu síðan. Gunnar segist bíða spenntur eftir nýjum danstímum en var til í að sýna okkur kúrekadans heima í stofu. Það vantaði bara hattinn.
eftir öskur og reyk.